Komið sæl. Í dag hefur verið suðaustlæg átt á landinu og skýja með köflum eða bjartviðri norðan og austanvert landið en stöku skúrir bæði sunnan og vestan til. Og á stóra yfirlitskortinu þá getum við séð lægðasvæði hér vestur af okkur og hér langt suður í hafi önnur lægð en hæð hér yfir Skandinavíu og saman þá færa þessar lægðin og þessi hæð hér til okkar suðlægar áttir og lægðin hér kemur nær og það verður úrkomu lítið tíma á landinu í nótt en þegar líður á morgundaginn og annað kvöld þá verður komin úrkoma frá þessari lægð sunnan og austanvert landið. Og hitinn komst hæst í 22 stig í dag á Egilsstöðum og einnig í 21 stig í Ásbyrgi en fór lægst niður í 5 stig síðastliðna nótt. Og á hitasviðinu þá getum við nú séð að það tiltölulega hlýtt loft hér fyrir austan okkur og hér langt suður eftir en kaldari loftmassi hér suðvestur af landinu og til morguns þá gerist það einna helst að það verður þessar lægðir hér færast örlítið í norður og suður átt og færa þennan kalda loftmassa hér suður eftir sem veldur því að hlýjalofti hér úr suðri kemur nær okkur og það útlit fyrir að verði tiltölulega hlýtt hjá okkur fram í næstu viku. Og ef við skoðum hér úrkomu, vind og skýjahulu frá því í kvöld og næsta sólarhringinn þá búist við stöku skúrum hér sunnan og vestan til fram á nóttina, svo kemur smá úrkoma hér allra austast tíma, úrkomu lítið að mestu leyti í fyrramálið en seinnipartinn á morgun þykknar upp hér sunnan og austan til og það má reikna með rigningu þar seinnipartinn á morgun og annað kvöld. En í fyrramálið útlit fyrir fremur hæga breytilega átt á landinu, einhver þoka verður við norðurströndina og eins hér allra austast, en annars skýja með köflum eða bjartviðri og það verður tiltölulega milt hjá okkur, hiti svona frá 10 og upp í 15 stig, jafnvel 20 stig hér allra austast. En seinnipartinn á morgun þá verður farið að þykkna upp á sunnan og austanverðurlandinu, rigning og súld hér þetta leyti dags og farið að þykkna upp einnig suðvestan til en skýja með köflum og yfirleitt bjart bæði norðvestanlands og inn til landsins norðan til og áfram þoka með norðurströndinni. Og svo annað kvöld og fram til sunnudags gerir við ráð fyrir því að þessi væta færist einnig hér vestur eftir þannig að það verður víða úrkoma aðfaranótt sunnudags sunnan og vestanvert landið en svo styttir að víða upp og léttir til hér norðan og austan til og seinnipart á sunnudag má gera ráð fyrir stöku skúrum á sunnanverðu landinu. En á sunnudaginn verður vindur fremur hægur og yfirleitt bjart veður víðast hvar á landinu en einhverjir skúrir myndast þó hér inn til landsins sunnan til seinnipartinn og þá má gera ráð fyrir því að það hlýni sérstaklega þó hér austanvert landið og hiti gæti farið yfir 25 stig þar. Og á mánudag svo útlit fyrir að verði hlýtt loft yfir öllu landinu, hiti víða og yfir 20 stig, nema það við ströndina þar sem gæti verið þoka, þar verður hitinn heldur lægri. Og á þriðjudag áframreikna með hlýjundum hjá okkur, stöku skúrir þó verða hér við suðurströndina en yfirleitt bjart veður annars staðar. Og ef við lítum hér á önnur lönd í Evrópu, þá hæðasvæðið við Skandinavíu að valda nokkuð góðu veðri þar en lægð hér yfir norður Þýskalandi veldur skúraleiðingum á þeim slóðum og eins reikna með yfir 30 stiga hita víða við Miðjarðarhafið, skúraloft einnig hér í Pýreneafjöllunum og vara við eldingum í Barcelona en þurrara og bjartara sunnan til á Íberíuskaga og á Kanaríeyjum, sólríkt og hiti og yfir 25 stig. Og í Norður-Ameríku lægð hér við vötnin miklu þannig að það nokkuð óstöðugt loft og víða skúrir og jafnvel eldingar. Eins reikna með eldingaveðri hér víða í Suðurríkjunum en sólríkt við vesturströndina. En hjá okkur útlit fyrir að verði nokkuð bjart veður framan af degi á morgun en rigning eða súld sunnan og austan til seinnipartinn og annað kvöld. Verið sæl.